Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV. Rásin sem engin pólitíkus þorir að mæta á. I wonder why. En ég með slatta af hetjum sem að mæta alltaf reglulega til mín. Bara gaman að því, sko. Og það eru kjarninn hjá mér. Hann orðinn nokkuð þéttur. Hann við kamerun alveg út á svingina. Ég ekki skakkur, sko. Það kameran. Það ég aldrei neitt eiturlyfi á ævinni minni. En já, kjarninn sem að fylgjast með mér að vaksa. Og það menn að tala að sé töluverð vakning í gangi sem að ekki sem að svolítið í þeim sem að eru svona fremstir í rantinu. Nú flestir á því að það sé úr einni vitleysunni í aðra. Og það álita efni hvort að eitthvað sé raunverulega að gerast. En ég var nú í einhverjum debate áðan við fyrirverandi þingmann og einhverja fleiri þetta hugtak eða sem sagt þennan thesis minn sem að segir að innheimta skatta með valdi í sviga ofbeldi glæpur. Og þjóðfélagsverkfræðingar andskotans voru búin að reyna að snúa út úr þessu. Já, eru skattar þá glæpur? Axel, hvernig það? Já, skattar eru þá glæpur. Sendum meira að segja einn af þingmönnunum fram, ekki þann sama. Sendum einn af þingmönnunum fram sem fór að boða þetta að skattar væru ofbeldi. En það ekki rétt, sko. Reyndar orðið skattur ofbeldis orð. Alveg eins og orðið nauðgun ofbeldis orð. Og þingmaðurinn og voru að reyna að snúa út úr öllu og eflaust bara, ég veit ekki, ég náttúrulega tók mig töluverðan tíma að ná þessum konseptum, sko. Þannig að ég svo sem ekki að gera lítið úr mönnum og eins og ég hef alltaf sagt að baráttan ekkert við menn að holda blóði, mér ekkert illa við neina menn, sko. En kantaður, þannig að menn reka sig svolítið í hornin á mér. Allt í lagi með það og mig alveg kvarta undan því. En sko orðið skattur sama orð og orðið nauðgun. Að það bara ofbeldi, lýsing, orðið lýsir ofbeldi. Og oft nota maður dæmisögur. Ég veit að Frosti eða þarmakettunar skilja ekki dæmisögur eða myndlíkingar. En það eiginlega engir sem horfa á Frelsi TV sem man skilja ekki myndlíkingar eða dæmisögur eða þannig. Þannig að ég hygg ekki hér við að nota eins mikið af myndlíkingum og mér sýnist. En orðið nauðgun ofbeldis orð, eða lýsir ofbeldis glæp, þar sem að
annar aðilinn er með einhverja greddu og velur sér einhvern annan aðila til þess að losa þá greddu sína. Eða sem sagt að neyðir einhvern til þess að vera viðstaddan sína eigin sjálfsfróun. Það er eiginlega orðið nauðgun. Og sko, og þar með er orðið nauðgun er svona sjálfdautt, eins og til dæmis það er ekki til neitt sem heitir nauðgun þar sem að sá sem að verið er að nauðga er með í geiminu eða nýtur þess að nauðga. Af því að leið og það gerist, þá hættir það að vera nauðgun. Þá er orðið bara kynlíf. Og þess vegna þegar menn er að segja eru þá skattar ofbeldi? Það er eins og að segja sko er kynlíf ofbeldi? Nei, ekki alltaf. En er kynlíf nauðgun? Það þarf ekki að vera. Kynlíf er ekki lýsing yfir nauðgun þótt að svipaðir atburðir sé að gerast, það er verið að ríða eða gera eitthvað kynferðislegt sko. Að þetta er sem sagt skattur, orðið skattur er samkynja orðinu nauðgun. Tel ég, þetta er náttúrulega mín heimspeki og mínar kenningar og mín vísindi, ef við viljum kalla það. En sko orðið skattur leið og einhver fer bara að gefa peningana, þá er það eiginlega ekki skattur lengur í svona hugar ástandi fólks. Sko, ef að ég gef einhverju ríki alla peningana mína, er það skattur? Nei, það er gjöf. Þannig að orðið skattur er samkynja orðinu nauðgun. Og og hins vegar erum við bara algjörlega orðin samdauna þessum nauðgunum sko. Og getum kannski hugsað okkur það ef að fólk er fast í einhverju fiskabúri eða eitthvað, þá og þar er bara það fólk hefur aldrei heyrt neitt talað um kynlíf sko. Ja, svona, og eða fólk gangi í hjónaband af því að það vilji það. Og í þessu fiskabúri, þessu tilrauna glasi okkar, þar er bara fólk neytt í eitthvað samband eða eitthvað dæmi og þar er það bara jafnrétti að ef einhver er graðar en einhver annar þá bara losa hann það í næsta mann eða veist skilur. Að þjóðfélag sem er þannig að það er bara verið að nauðga öllum og það hefur verið svona í aldir alda og fólk er bara einhvern veginn, þetta er normið, þá er það náttúrulega gríðarlegar fréttir þegar einhver kemur og segir já, heyrðu, þetta er glæp. Já, bíddu, Axel, þetta hefur alltaf verið svona. Ókei. Meirihlutinn í fiskabúrinu er að stunda þetta. Ókei. Þessi fræðingurinn og hinn vitringurinn og þetta lið hefur sagt að þetta er bara way of life. Ókei. En ekkert af þessu eru í raun rök. Þetta eru bara svona trúarlegar skoðanir. Eins og meira að segja þeir sem eru fastir í þessum humanisma, eins og Guðjón Reynberg stórsnillingur og afburðar greindargaur hefur skemmtilega útskýrt að þá gengur þessi vitleysa ekki upp alla leið. Sko
að innheimta skatta er einhliða ákvörðun valda aðila eða aðila sem búa yfir gríðarlega miklu ofbeldistækjum og valdi, sko, orðið vald er orðið ofbeldi í sparifötum til dæmis. Og þetta er ofboðslega miklir svona orðaleikir. Og og þetta er svolítið erfitt að kyngja þessu eða sem sagt að átta sig á þessu þegar maður er svona samdauna bæði í orðum og hugsanir og lífið og allt er bara fast í þessu ofbeldisferli. Og náttúrulega þeir sem að lifa dýrðarlífi á þessu ofbeldi hafa engan sérstakan áhuga á því að breyta því. Og þess vegna eru til dæmis skólastofnanir byggðar upp sem ofbeldisstofnanir. Og ég talaði nú það í síðasta live að ég horfði á leikskóla og nú eiga allir að sitja börnin bara helst beint af fæðingardeildinni inn á leikskólann eins og kom reynda fyrir mig. Að sko, ef þið horfið á bara leikskóla í kringum ykkur þá sjáið það eru girðingar í kringum leikskólana, alveg eins og í kringum fangelsi. Og það í sjálfum sér engin sérstök tilviljun, sko. Og þetta hannað svona. En ég er búinn að vera svolítið að rífast á internetinu eða semst á Facebookinni sem á nú að fara að ritskoða fljótlega. Það má búast við alveg herfilegum ritskoðunum á samfélagsmiðlunum og á internetinu öllu. Það náttúrulega, eins og ég hef sagt ykkur áður, þá hafa Sameinuðu þjóðirnar yfirtekið rótarlénið á internetinu og geta fiktaði því að vild. En allavega ef ég held mig við þetta að innheimta skatta með valdi sé glæpur, þá tók ég eftir því í viðræðunum við þingmanninn og kó að ég ætla ekki að lesa minn níðandi eða allavega svona mjúku leikrödd eins og Þarmageddon að gera. Þá eru þeir sem eru með Þarmageddonum í liði að þá það og allir sem eru á móti þeim og allir sem eru með þeim í liði að já, hann sagði þetta svo fallega og ljúft að þetta alveg yndis. Sem alltaf í lagi, þetta þátturinn þeirra, þeir bara gera svo þeim sýnist. En já, ég ætla nú bara að sýna ykkur þetta. Eða ég ætla svona að renna yfir þetta. Ég sem sagt byrjaði á því á stjórnmálaskjallinu að birta mynd. Og þið farið bara á stjórnmálaspjallið og kíkið á þetta og þar segja svona á að gera byltingu. Og þar verslun sem setti miða í gluggann á sér, það sem þessi stopp, ríkisstarfsmenn ekki velkomnir. Við neitum að þjóna lögreglu, lagaapparatinu, hernum, borgarstarfsmönnum, fólki sem vinnur í heilsugeiranum og byggingaeftirlitsaðilum og töldu svona upp eiginlega alla sem vinna í hinu opinbera að við neitum að þjóna þessu liði. Og fyrir frekar upplýsingar vinsamlega googlið voluntarism eða sjálfboðaisma eða sjálfboða samfélag. Og það náttúrulega þessi hugsjón sem að ég stofna sjálfsveldisflokkin upp úr. Það þessi sjálfboða hugsjón.
Og náttúrulega þegar spjátrungarnir heyra svona hugsun eins og já, ég sagði að innheimta skatta með valdi í svig og ofbeldi er glæpur. Að neita viðskiptum við glæpafólk er dyggð. Ég er sem sagt að segja það að allir sem tengjast skattkerfinu, allir sem tengjast því, að þeir séu í raun glæpamenn. Skiptir engu máli hvort þeir eru meirihluta eða minnihluta eða breytir engu. Það er bara fellur undir skírgreininguna glæpamenn eða glæpafólk. Og þingmaðurinn svarar mér, nei, skattar eru ekki innheimtir með ofbeldi og innheimta skatta er ekki glæpur. Það er skoðun. En að það kemur í sjálfu sér ekki rökstuðningur frá honum að hverju. Þetta er bara fullyrðingar. Nei, þetta er ekki svona. Þótt þér sé persónulega illa við skatta, já, mér er persónulega illa við skatta og nauðganir og morð og alls konar glæpi, þá þýðir það ekki að starfsmenn hins opinbera séu ábyrgir fyrir henni. Eins og ég segi, þetta er fyrrverandi þingmaður, þannig að þetta speglar svolítið hugsun þessa fólks. Það eru örfár stofnanir sem koma skattheimnu nokkuð skapaðan hlut við. Semst, fyrsta svarið er að lýsa við ábyrgðarleysi. Við innheimtum ekkert skatta, sko. Við erum bara stikkfrí, sko. Og það er rosalega mikið hugafar þessa fólks, sko. Og dæmi sem ég get skotið hér inni eru bóluefnin. Að nú komið fréttum að íslenska ríkið, skattgreiðendur, er að borga núna skaðabætur fyrir 3 stúlkur, 10 milljónir hver, sem eru 75% öryrkjar, það sem eftir er lífsins. Og þær fengu þetta bóluefni þegar voru eitthvað skilt með 13-14 ára. Og þarna er annað dæmi svona stikkfrí. Læknirinn segir bara, við erum bara stikkfrí, það kemur okkur ekkert við. Og meira að segja mætti læknir þarna eftir að ég minntist á í síðasta harmagreddu viðtali að að bóluefni væri bara vítavert gáleysi. Þá þorður nú ekki að birta viðtali strax, ég virði það, ég er ekki að vælunda því, en síðan fenguðu lækni til þess að skjóta mig í kaf og hann bara bladraði eins og fáviti, sko. Og í lokin, ég virði Frosta fyrir það, og Frosti spurði hann, hvað segir þessar 3 stúlkur sem eru með drómasýki og 75% öryrkjar for life? Og læknir byrjaði eitthvað þannig, já, það var nú í Finnlandi eitthvað með drómasýki sem fekk eitthvað og bla bla, jar. Og Frosti gengur á hann og segir, nei, byrju, hörðu, ég er að tala um íslensku stúlkunar. Og læknir bara vissi ekki af þeim einu sinni. Og var að tala fyrir bóluefnum og vissi ekki af því að þetta sem hann var að tala fyrir er sannarlega nýbúið að eyðileggja líf 3 ungra stúlkna. Og hann er bara einhvern veginn svona stikkfrí. Og þetta er einmitt það sem að ég og fleiri höfum verið að gagnrýna. Tökum dæmi. Ég er með eitthvað svona fyrirtæki og segjum bara í sem er veitingastað. Sitt í matinn, já, nú er ég farin að tala um bóluefni, sitt eiturefni í matinn og fólk veikist, hvað heldur það gerist fyrir mig? Ég er náttúrulega tekin og böstaður, sko. En læknarnir halda bara frá að vinna og skaða fleira fólk. Og þeir taka enga persónulega ábyrgð á einu sem þeir gera. Þeir eru búin að búa til svona system þar sem þeir svara engum neitt. Og sama er með skattkerfið. Það er svona valdkerfi, það er svona ofbeldiskerfi, sko, eins og ég sagði á hann, vald er orðið ofbeldi í sparifötum. Og þeir eru bara búin að búa til eitthvað svona kerfi, mafíukerfi í raun, sem að bara, þeir svara bara til sjálfsín. Og þeim er alveg skítsama út í eyðileggi líf ungs fólks og fólk bara sleikir malbyggið sér til lífsviðurværis. Þeim kemur það ekkert við. Og það endurspeglar svo mikið í þessari setningu.
Þú, ég ætla að taka Frosta hérna, Frosti, stela smá stælum frá þér. Þótt þér sé persónulega illa við skatta, þá þýðir það ekki að starfsmenn hins opinbera séu ábyrgi fyrir henni. Úff. Það eru örfáar stofnanir sem koma skattheimtu nokkuð skapaðan hlut við. Já, það er það sem er mafíu, það er ekki allir í því að fótbrjóta, sko. Það er alls konar starfsemi í gangi. Og þá getur yfirmaður mafíósanna ekki sagt, bara þetta kemur mér ekkert við, það er bara einhverju gaurar sem er að fótbrjóta, en það er í samhengi, skilur. Það er ástæða fyrir að vera að fótbrjóta eitthvað og það er ástæða fyrir ákveðnum tegundum og ofbeldum. Það er til þess að skipulagði glæpastrúktúrin gangi upp og allir græða á strúktúrnum, sko. Og það er það sem ég er að tala um, að það eru ákveðnir aðilar sem græða á öllu þessu drasli. Það eru svona samblanda pólitíkusum og einhverjum viðskiptamönnum og banka, verðbréfa, lífeyrissjóða, eitthvað þetta liðir allt saman bara lifin eins og kóngar, sko. Jón Axel, Ísland er lýðræði, sko. Nei, það er kóngræði í raun. Já, svona ofbeldisræði, einveldi. Það sem ákveðnir aðilar eru bara maka krókinu meðan allir aðrir éta bara það sem úti frýs. Og síðan heldur hann áfram með það. Fyrst þér finnst af einhverjum undarlegum ástæðum lógískt að saka alla opinbera starfsmenn ofbeldi og glæpi. Hvers vegna ekki að breiða netið út ennþá meira og tala bara allt samfélagið? Er ég ekki líka glæpamaður fyrir að vera ósammála þetta bull? Já. Ég var að játa það að rökræður mínar við 5 ára stráki minn sem er alveg vera 6 ára eru skynsamlegri en þetta. Við erum búin að ræða þetta, svona röksemdafærsla er ekki skynsam, sko. Í fyrsta lagi að saka alla opinbera starfsmenn ofbeldi og glæpi. Ég meina bókarinn hjá mafíósunum, hann er ekkert að í sjálfum sér ekki að beita neinu ofbeldi, hann er bara bókarinn, hann telur bara peningana. Og yfir mafíósin yfirleitt gerir ekkert sjálfur. Hann gefur bara skipanir. Og þannig að þessi röksemd ef að við ég er náttúrulega að tala um heimspeki, sko, þannig að það er opið allt í heimspeki, sko, en ef að við erum ekki sammála um það að mafíuósi sem stýrir heilli mafíu geti sagt að bara ég gerði aldrei neitt. En það er fyllilega sannað að hann stjórnaði öllu og bókarinn hann segja að ég gerði aldrei neitt. Og fullt af öðru liði sem að hagnaðist á mest jafnvel á starfseminni og svo er einhverju þrælar svona eða svona einhverju undirmenn sem framkvæma ódæðin. Ef að mafíósar komast upp með að segja já, þetta kemur mér ekkert við, nú þá stenst þessi fullyrðing. En hins vegar þetta er rökleysur, sko, hjá þingmanninum sem að hefur nú aldrei fylgt einu sinni eigin yfirlýsingu með það sem hann gefur sig út fyrir að vera. Hann segist vera á móti ákveðnum hlutum en greiðir atkvæði með því svo í þinginu. Og í eitt skipti sagði hann að hefur eitthvað svona mistök. Þessi legari líka. Og svo segir hann hérna, er ég ekki líka glæpamaður fyrir að vera ósammála þér þetta bull? Ég hlýt að vera að hvetja til glæpa samkvæmt þessari fáránlegu lógík. Og á þessu stigi er ég raun bara búin að setja fram þessa setningu að innheimta skatta með valdi í sviga ofbeldi er glæpur að neita viðskiptum við glæpafólk er dyggð. Og þá vorum við að tala út frá þessari mynd þarna, þannig að menn voru að segja við ákveðum ekki þessa glæpamenn. Leitið orðið sjálfboða þjóðfélagi eða sjálfboða eitthvað.
Og síðan svaraði ég honum aftur, sko, að innheimta skatta án valds í sviga ofbeldis er ekki glæpur. Þetta er raun það sem ég var að segja áðan að, sko, að ef að nauðgun ef að nauðgun, er ekki framkvæmd með valdi eða ofbeldi, þá er það ekki nauðgun, sko. Það liggur í í sjálfum sér, það liggur í orðunum, sko. En hann náttúrlega skildi það ekki, sko. Hann virðist ekki skilja einföldustu konsept. Og síðan, já, þannig svaraði ég sem sagt að innheimta skatta án valds ofbeldis er ekki glæpur. Að stunda kynlíf án valds ofbeldis er ekki nauðgun, get ég sagt líka, sko. Og það er viðurkennd vísindaleg aðferð að nota líkingamál eða líkingar til þess að útskýra konsept. Þannig ég er ennþá inn í hinum vísindalega farvegi. Og síðan held ég áfram, það síðasta sem fiskur fattar er að hann býr í vatni. Það síðasta sem gólem fattar er að það býr í ofbeldi. Og með þessu er ég í raun að segja að það er ofboðslega erfitt að fara eitthvað að dæma fólk eða hengja það upp í næsta staur fyrir að vera svona samdauna þessu ástandi. Og í sjálfum sér er ég fullur samúðar með fólki og það er náttúrulega byrjað að berja í fólk á ofbeldi alveg frá blautu barnsbeini. Bara strax á fæðingardeildinni mætir nála herinn og fyllir þau eitri, sko. Þannig að þetta hef ég alltaf sagt að baráttan er ekki við fólk að holda blóði heldur að anda verið vonskonar í himminum. Við höfum það alveg á hreinu. Og ok, ég held að þarna væri ég bara búinn að svara honum. En hann vildi taka nokkra snúninga á þessu. Veistu, ég sé heiminn alveg jafn vel og þú. Ef þú ert með rök fyrir máliðinu, settu þau fram. Ef þú ert með staðreyndir, settu þær fram. Ekki láta við fólk eins og það þurfi einhverja estrotískar ofurkrafta til að skilja hlutina. Ha? What? Veistu, ég sé heiminn alveg jafn vel og þú. Ef þú ert með rök fyrir máliðinu, settu þau fram. Þetta eru rökin, skilur. Að innheimta skatt með valdi í sviga ofbeldi er glæpur. Það er þýsisinn, það eru heilu rökin. Og ég í heimsku minni reyna að svara honum. Ég er náttúrulega allra vilja gerður að reyna að upplýsa fólk veruleikann. Þannig ég svara bara heiðarlega, ég ber ekki ábyrgð á heimsku þinni. Svo held ég að fara. Mafía sem lifir á að innheimta verndartolla með valdi ofbeldi er öll sek skipulagða starfsemi. Ekki bara handrukkararnir. Já, ok. Ok. Og hann svarar, Axel Pétur Axelsson, en af hverju þá ekki kjósendur líka? Eða eru þeir kannski líka sekir? Já, ég var að enda við að segja þér það. Að það síðasta sem fiskurinn fattar er að hann býr í vatni og það síðasta sem gólemið fattar er að hann býr í ofbeldi. Af því að, sko, þegar að fólk er að heimta ákveðna hluti, það er að heimta peninga fyrir ekkert í raun, eða láta gera eitthvað sem þeim langar til að gera, byggja íþróttahús eða gera þetta eða gera hitt, þá er það alltaf að gera kröfu það að ráðast á einhvern annan og hirða eign af þeim til þess að gera eitthvað sem þeim finnst flott, sko. Og það er þjófnaður. Ef þú, sko, ef að ég er svangur
og stel brauð af einhverjum og borða það til þess að fylla svengd mína, þá er það glæpur. Ég tók brauð sem ég á ekki til þess að uppfylla mínar þarfir. Sama með nauðgun, ef ég er graður og tek líkama einhvern til þess að svala þörf minni, þá er það nauðgun, það er glæpur. Og sama er það, ég er með einhverjar hugmyndir um eitthvað í veröldinni, ég vera svona hinsegin og ég ákveði að taka resource af einhverjum öðrum til þess að gera mínar grillur, þá er það glæpur á sama hátt. Og það breytir engu þótt að ég framselji það til einhvers annars. Segjum að ég sé svangur með brauð, þess að ég sé svangur og svo segi ég, hey, hann er brauð og ég sendi einhvern annan til þess að stela því fyrir mig, kannski eitthvað barn eða eitthvað skilur, og síðan borða ég það til þess að uppfylla mínar þarfir, það er samt glæpur, sko. Það breytir engu. Og sama og ég hef sagt til dæmis sambandi við lögguhaugana og það lið, að sko að fólk getur varið sig sjálft. Það er ekkert sem að mælir gegn því. Ef á einhvern er ráðist, þá er eðlilegt að sýna sjálfsvarnar viðbrögð. Og ég get án þess að færast úr réttu yfir í rán, þá get ég látið aðra hjálpa mér til þess að verja mig eða eign mína. Réttfengna eigna sjálfsögðu. Og koma mér úr þessu spjalli til þess að hrekk ekki alltaf. Það hrekk ekki alltaf í kút. Að sko, það breytir engu þótt að ég framselji vörn mína til annara. Það breytir engu. Hins vegar, ef ég fer úr rétt yfir í ránt, eða frá eðlilegum hlut yfir í óeðlilegan hlut, ef ég fer sem sagt og ætla að ráðast á einhvern eða ræðst á einhvern, þá er ég að fremja glæp. Og ef að ég fæ einhvern annan til þess að hjálpa mér við að fremja glæpinn, þá er það ennþá glæpur. Og þó ég fá allan heiminn nema þennan eina sem ég er að ráðast á, þá er það ennþá glæpur. Það breytir því ekkert. Og þeir sem að hjálpa einhverjum við að fremja árásina, þeir geta ekki sagt að ég var bara að hjálpa þessum gaur, sko. Ég veit ekki neitt, sko. Það sagði bara, viltu hjálpa, viltu halda henni hérna með í ríðinni? Eða eitthvað svona, skilur. Það er engin rök, sko. Þannig að já, ég segi sem sagt í mínu mjúka máli eins og ég er þekktur fyrir. Já, ok. Já, er hann að spyrja kjósendur líka. Og ég var sem sagt búin að útskýra það fyrir honum líka. En hann vildi ekki skilja það, sko. Nú síðan segi ég einfaldlega, kosningar eru falsaðar og öll gögn brennd korter eftir kosninga. Mafía getur svo sem sett slíkan sirkus á svið og sagt að þeir sé ekki lengur glæpó og haldi starfsemi sína áfram með örlítið betri. Að sem sagt, hugsum okkur einhverja götu, þar sem að mafían hefur innheimt verndartolla með ofbeldi í áraraðir. Síðan segir, heyrðu, við ætlum að hafa kosningar. Þið megi velja hver kemur og heimtir af ykkur peningana. Ok, þá er þetta orðið lýðveldið ekki. En það er aldrei velt upp þeim möguleika að þessu ábeldinu linni. Það passaði náttúrulega vel upp á það. Og ástæðan fyrir að ég svara þessu svona, kosningar eru falsar og öll gögn brennd korter eftir kosningar, að það er, sko, nauðgunardæmið er yfirleitt besta dæmið í svona heimspekilegum pælingum. Og ég nota það
út af því. Það er öll element í nauðgunarglæpnum til þess að útskýra svona fyrirbæri. Og sko, ef að einhver aðili nauðgar öðrum aðila og svo kemur kemur Guð eða lýðveldið eða samfélagssáttmáli, það kemur einhver og grípur inn í, segir þetta er ekki gott mál, þú ert að fremja glæp. Þá getur nauðgarinn sagt, já, en þessi sem ég er að nauðga, hann samþykkti þetta. Hann kaus þetta sjálfur. Þá spyr Guð hópisminn eða þessi heimspekingurinn eða hver á í hlut spyr, já, ertu með eitthvað yfir það, vinur? Ertu með að vinna? Ertu með eitthvað pappír upp að, já, þetta voru kosningar, sko. Já, má ég þá sjá gögnin yfir þær kosningar? Nei, ég er búin að brenna það allt saman. Nú, akkur er þetta búin að brenna það? Já, það er bara alltaf gert, það er hefðin. Við nauðgarinnar höfum alltaf gert þetta svona. Þá er það bara prump, sko. Það er bara, kemur málun ekkert við. Og þarna segi ég nú Vippon og taldi mig nú vera að rökra að hann var úti, sko. Hann heldur áfram, þessi fyrirverandi þingmaður. Axel Pétur Axelsson, þú ferð samt út fyrir efni hér. Það hlýtur að vera deginum ljósara, það er einungis agnarsmár minnihluti fólks sem deilir skoðunum þínum og yfirþyrmandi meirihluti sem kaus eða hefði kosið flokk sem vildi halda í skatta, en það hefur ekki einn einasti flokkur í framboði stungið upp á afnámi þeirra. Það er því alveg borðurliggjandi að það er yfirþyrmandi meirihlutastuðningur við skattheimtu á Íslandi. Því spyr ég einfaldlega aftur. Eru þá ekki kjósendur líka hluti á ofbeldinu og glæpnum? Sko, eins og ég held ég var þetta búin að útskýra fyrir honum og reyndar útskýri aðeins betur núna. Ég var nú að hjakka á þessu í símanum, það var ekki gott lyklaborð í honum. En þá hafa kjósendur aldrei fengið valkostinn að vera frjálsir. Og þú ferð samt út fyrir efnið hérna. Nei. Þetta er svona frasi sem er notaður, sjáðu. Þú ferð nú samt út fyrir efnið hérna. Hvar fór ég út fyrir efnið? Það er bara gasljós, sko. Það er bara kjaftaði. Ekki svara vertinu sinni. Það hlýtur að vera deginum ljósara að það er einungis agnarsmár minnihluti fólk sem deilir skoðunum þínum og yfirþyrmandi meirihluti sem kaus eða hefði kosið flokk sem vill halda í skatta. Enda hefur ekki einn einasti flokkur í framboði stungið upp á afnámi þeirra. Hann svarar eiginlega sér sjálfur, sko. Að það hefur aldrei verið í boði. En það sjáu hvernig þeir sem með eitthvað svona hugmyndir, þeir fá ekki einu svona tjási á Screwview sem á að vera eitthvað svona þjóðfélagslegu miðill eða fjármagnaðar af þjóðinni til þess að öll sjónarmið komi á framfæri og sérstaklega svona lítil sjónarmið eins og frá heimspekingi eins og mér sem er nú ekki einu sinni vinsæl, sko. En það er ekkert í boði. Ég hef aldrei lent í viðtali, alvöru viðtali við Screwview og eins og við sjáum bara þegar þarmageturnar að tala við mig að það er bara svolítið drullað yfir mann á skítugum skónum því að ég er ekki með vinsælar skoðanir, sko. En það er aldrei í boði og það er náttúrulega eitt af því sem ég er að vinna í með sjálfsveldisflokknum að koma því á framfæri. En þið takið eftir bara hvað þessar ríkisfjölmiðlar á Íslandi hafa mikið verið að tala við mig.
og þá í því að ríki, þetta hefur hann Guðjón Reynberg líka útskýrt alveg á snilldarhátt, að ríki ríkjandi hugarástand eða hugarástand þjóðar. Og ok, þá svaraði ég honum hér, búin að svara þessari spurningu frá þér. Hann ég ætla að lesa aftur spurninguna sína. Því spyr ég einfaldlega aftur, eru þá ekki kjósendur líka hluti af ofbeldinu og glæpnum? Munið samhengi sem ég las þess fyrr, þar sem hann var að segja, við erum allir stikkfrí, það kemur okkur ekkert við. Þá svaraði ég, búin að svara þessari spurningu frá þér, lestu aftur þangað til þú skilur. Meiri hluti af fólki fannst í lagi að brenna nornir og krossfesta Jesú Krist saklausan. Þú sammála slíkum hópisma? Aftur ferðu út fyrir efnið í stað þess að svara þessari algjörlega málefnalegu og heiðarlegu spurningu. Nei, ég ekkert að fara út fyrir efnið. Þú segir sömu vitleysunni aftur og aftur, þá verður hún ekkert betri, sko. Hún verður bara meira og meira þreytandi, sko. Og svo segir hann, ég las samtalið aftur samkvæmt tillögu þinni og það hvergi svar við spurningunni. Jú, það akkurat svar við spurningunni. Ég ekkert að segja að kjósendur hafi rétt fyrir sér vegna þess að þeir séu í meirihluta, en það kýs meirihlutin aðra flokka en þá sem ég myndi sjálfur kjósa. Spurningin miðað við rökfræði þína, eru kjósendur sem kjósa flokka sem ekki vilja afnema skatta, ekki líka hluti af ofbeldinu og glæpnum, rétt eins og opinberir starfsmenn? Jú, það alveg ljóst. Og ég svara honum, hef ekki farið út fyrir efnið, en löngu komin út fyrir þinn skilning. Fiskarnir eru kjósendur í myndlíkingunni. Að vera samtvinna í ofbeldinu gerir það ekki rétt. Og hér kemur einn hoppandi inn. Láttu ekki svona, Helgi bara sinna innra starfi í Pírata. Sko, nú svarar þingmaðurinn aftur. Sko, núna beitur þú röktækni sem þér finnst kannski sjálfum heiðarleg, en hún það ekki. Þú kennir mínu skilningsleysi að þú viljir ekki sjálfur svara spurninginni. Spurningin mjög einföld og það ekkert mál að ræða hana. Jafnvel, ef ég væri heimskur, já, og það var ekkert mál að ræða hana, jafnvel ef ég væri heimskur. Það þarf engan sérstakan esoterískan skilning á heiminum til að tala þetta. Ég veit ekki hvers vegna þú ert svona feiminn við að tala bara þetta. Þú vilt ekki svara spurningunni. Hvorki myndlíkingar né greindafara mitt koma því neitt við að þú hefur einfaldlega ekki svarað spurningunni. Ok, ég búin að svara þeim 3 svara, 4 sinnum eða 5 sinnum. Svo kemur einhver hjálparhella inn. Einhver annar, ég veit ekkert hver það reyndar. Spurningin eru kjósendur samsækir? Svarið, kosningar eru svindl. Þetta ekki svar, heldur rökvilla. Axel, gefðu þér dæmi þar sem kosningar væru ekki svindl, óháð þínu raunveruleika og svaraðu spurningunni síðan. Ég svara þessum. Þú þarft eitthvað að bæta í lesskilning þinn. Ég búin að svara spurningunni, meira að segja oft. Þar sem ég svo illa lesin og einfaldur, Axel, einfaldlega skrifaði svarið aftur. Forsendunar þá að kosningar séu ekki svindl. Og ég var, eins og sé, ég var nú að fara að gera eitthvað annað, sko. Þannig ég var nú orðið svolítið svona þunnur á djúpum svörum. Og ég svaraði honum bara, já, ég kann ekki að tala bulli, sko. Þykir það mjög sorglegt. Svo ákvað ég nú að reyna eitthvað að tjónka við og áfram, sagði en ok, ég skal reyna. Og þá svaraði þingmaðurinn aftur, íslenska dugar alveg, Axel. Þú þarft enga bullisku né nokkuð annað en einfalda íslensku.
hversu heimskir sem við og þessi gaur þarna kunnum að vera, þá hefur ekki svarað spurningunni. Og ég segi hérna, já, ég ætla sem sagt að reyna að svara ykkur með spurningum sem að þið getið svarað. Og ég bið sem sagt að tala um eitthvað svona já og nei. Númer 1, er ofbeldi ásættanlegt í mannlegu samfélagi? Og þá segir þingmaðurinn, ég gefst upp, þetta er tímasóun. Þetta var alveg heiðarleg og málefnaleg spurning hjá mér, Axel. Og þú ert ekkert of fínn til að svara henni bara. Nei, ég var að svara henni. Þótt þið líkar ekki svarið, þá var ég samt að svara henni. Og síðan heldur þessi félagi þarna áfram. Er spurningin svar, Axel, eða spurning? Það er svolítið fyndið. Og svo segi ég númer 2. Er það réttlætanlegt að innheimta verndartolla til að verjast ofbeldi eða skemmdum sem innheimtuaðili fremur þeir sem verið er að verja? Og þá er ég að tala um sem sagt eins og með verndartolla, þá er verið að taka eða verndarskatta, það er sama konseptið. Þá er glæpaaðilinn að innheimta gjald eða þjónustu fyrir gegn sínu eigin ofbeldi. Og það er í raun sama og ríkisapparati gerir. Það er mafía sem er fyrst og síðast að innheimta fyrir sínu eigin ofbeldi. Og af því ef þú borgar ekki skatt, þá bara endaru, eins og Frosti sagði, bara upp í heiðmörk í tjaldi. Þá bara étur það sem út í frís. Og meiri segir stór hætta á því að valdstjórnarmafían bara hreinlega drepi þig eða sitji í fangelsi. Það gerist slæmt stöf fyrir þig. Og þeir halda þig fram eins og mafíur að þú ert að borga fyrir einhvers konar vernd, en það er vernd fyrir þeim sjálfum. Sko. Svo byrja nú eitthvað að væla í honum, ég ætla nú ekki að lesa það. Síðan svara ég honum fyrir rest. Og hann var náttúrulega búinn að strunsa í burt eitthvað í fílu. Eins og svona fólk er vandi og vís. Og ég segi, kjósendur heimta að valdstjórninni innheimti skatta með valdi og hún er alveg til í það. Og þannig að ég svaraði honum að kjósendur eru upp að vissu marki meðsekir eða eru að krefjast þess að eitthvað apparat beiti aðra ofbeldi. Já, svo fyrir þetta eitthvað í svona leiðindi, þið getið lesið þetta bara á stjórnspjallinu hérna. Og og síðan segi ég ég auglýsi hér með eftir mótrökum við fulltingurum minni að innheimta á sköttum og valdi ofbeldi sé glæpur. Ok, tökum þetta, segir þessi félag hans. Vilt þú meina að skattheimta sé glæpur? Sjáðu, það er að reyna að tengja hana framhjá. Viltu meina að skattheimta sé glæpur? Þetta er sama spurningin ég var búinn að tala um hana ofar í þræðinum, sko. Ertu að meina að kynlíf sé glæpur? Nei, nauðgun er glæpur. Nauðgun er lýsing á, nauðgun er svona búið að blanda saman litnum ofbeldi og kynlíf, sko. Skilurðu? Það er búið að blanda saman 2 litum og komið nýri litur sem heitir nauðgun. Og sama með skatta. Skatta er búið að vera blanda saman eðlilegum hlutum eins og vera að gera eitthvað saman eða einn eða eitthvað og blanda þið saman með ofbeldi og þá komið bara nýr litur. Nei, innheimta á skött með valdir ofbeldi. Svo höldum við eitthvað hérna áfram. Já, síðan spyr þessi félagi hans, ég held að var rökræðu félagi. Eru skattar innheimtir með valdi? Spyr hann mig. Og ég svara, já, alveg skelfilegu valdi, ofbeldi. Og svo fara þeir að hvetja þingmanninn að koma hér til mín, sem er þetta pínu unfair gagnvart honum, af því að það er ekki level plane, það er ekki sama, ég er þátt á stjórnandi hér og ég skil það alveg, sko.
og hann er ekkert minni fyrir að vilja ekki það umhverfi, sko. Ekki það, það er allir velkomnir hérna í einhvers konar rökræðu við mig, ég nenni ekki einhver ruglræðum, sko. En ég bauð á móti bara að taka þessa umræðu í einhverjum fjölmiðlum þar sem aðrir stjórna þættinum, til dæmis á Screw You. Uh, ok. Bíddu, bíddu, bíddu. Ok. Og þá spyr hérna fylgifiskurinn, þannig að skattar eru ekki ofbeldi, eingöngu innheimtan. Sem sagt, nauðgun er ekki glæpur, bara rýðingin. Já, veist, þetta er svona what? Og hérna já, hérna byrja ég sem sagt að segja orðið skattur inniber ofbeldi, þess vegna er prinsippið það að sjálfboðunar voluntary greiðslur eða þjónusta er ekki ofbeldi. Síðan segi ég hérna, viðurkenni að ég er komin hér í orðsifjafræði. Ef ég reyna að útskýra á minn umdeilda hátt, er hægt að skoða þessa spurningu með þessari, er nauðgun ofbeldi? Ef sá sem verið er að nauðga er með í geiminu, þá fellur orðið í valinn, sama á við orðið skatt og toll og gjöld og hvað þetta heitir. Svo segir hann hérna aftur, skattar eru ofbeldi og ofbeldi eru glæpur. Það er rökfærslan sem þú kemur með. Nei, það er ekki rökfærslan sem ég var að koma með. Afsakaðu spurningarnar, en til að rökra þá er nauðsynlegt að byrja á grunni þar sem við erum að tala um sama hlutin. Absolútli sammála þar. Ok. Og hérna, það kom ekki alveg rétt röð eins og ég segi, ég var að svara í síma sem að þið viti hvernig það er svolítið erfitt. Ok. Já, hann segir hérna að skattar eða skattheimta sé ofbeldi er hvorki unpronounceable Icelandic name er fjölmenning, kynblöndun, útrýming, hvítar ekki aðalætlunarverk eða svara þar eftir. Að skattar eða innheimta sé ofbeldi er hvorki umdeildni frumleg hugmynd, heldur undirstaða frjálshyggju með tilliti til eignarréttar. Ég er ekki að snúa út úr, ég spurði, er að reyna að komast að því sem þú ert að segja. Ég áttum að því, það er svolítið erfitt að tala við mig, ég er forkantaður eða hotnótur, sko. Það væri hjálplegast að þú legðir þetta upp á sama hátt og ég. Hugtökin sem við erum að fást við eru ríki, eignarréttur, skattar, skattheimta, ofbeldi og glæpur. Ertu sammála því? Þá svara ég því, þeir sem krefjast eignarréttar hafa tapað öllu. Ríki er hugarástand sem að þið getur séð á Guðjóni Hreimberg, hann útskýra það á snilldarhátt. Ofbeldi er ofbeldi, vald er orðið ofbeldi í sparifötum. Glæpur er hugtak sem lýsir því sem óæskilegt er í huga flestra. Svo segir hann, já, frábært, hvað eru stjórnmál? Og þá svara ég sirkus fyrir ljóta fólkið. eins og Gerald Celente segir, politics are show business for ugly people. Síðan útskýri ég hér að þegar ég er að tala um glæp þá miða ég við universally preferable behavior sem er skýrgreint af Stefán Mölju á snilldarhátt og ég margoft rætt um. Og ég deildi þarna link bæði á PDF bók og hljóðbók á MP3. Ok, þá svarar þessi viðmælandi, þeir sem krefjast eignarréttar hafa tapað öllu, þannig að þetta vitni mig. Ef það er tilfellið, þá eru skattar eða skattheimta ekki ofbeldi. Það er engin tenging þarna, sko. Þetta er bara tvö ólík mál. Það má segja, já, það er þannig. Ég spyr hann, hvernig rökstyður það?
Ef ég krefst réttar, til dæmis eignarréttar af einhverjum, þá er ég búinn að framselja sjálfsveldi mitt til einhvers til að segja mér hver réttindi mín eru eða ekki. Ég hafna slíku framsali og lýsi mig sjálfsvalda eða sovereign. Ókei. Og svo svara ég: „Að innheimta skatta með valdi og ofbeldi er enn glæpur. Það hefur ekkert breyst, sko.“ Og þá svarar hann: „Ég virði þa það þar sem er debate, sko. Það fíla ég alveg í tætlur. Og því svara ég alltaf, sko. Öðru svara ég með skæting, sko. Eins og þingmanninum svara ég bara með skæting af því að hann var með skæting við mig. Það er nú mjög þroskað, eða ekki? Alla vega. Vegna þess að rökin að skattar séu ofbeldi felast í því að þeir séu þjófnaður á eignarrétti. Sjáðu, það er að tengja, ég veit ekki alveg hvernig menn tengja svona hluti, sko, ég skil það ekki. Segjum þetta aftur. Vegna þess að rökin að skattar séu ofbeldi felast í því að þeir séu þjófnaðar á eignarrétti. Það hef ég aldrei sagt. Ég nota aldrei orðið eignarrétt í mínum kenningum eða starfi í heimspekistarfi mínum. Af því að ég er búinn að útskýra hvað það er. Það er bara blekking, sko. Að ríkið taki eign þína með valdi. Nú, ef enginn segir að eignarréttur sé heilagur, þá er augljóslega ekkert ofbeldi framið. Nú, ef enginn segir að eignarréttur sé heilagur, og hver er þessi enginn eða einhver sem á að segja til það hvað er eignarréttur og hvað ekki, og hver hefur rétt til þess og hver ekki? Þar er blekkingin, sko. Og þá þarf fólk alltaf til þess að réttlæta glæpastarfsemi sína. Sko, þeir sem að stofna mafíu til dæmis og fara að heimta verndartolla, þeim finnst þeir hafa rétt á því að taka peningana sem þeir innheimta með verndartollum. Og ef að fólk brýtur þá skyldu að greiða þeim fjármuni eða verðmæti, þá telja þeir sig hafa rétt til þess að bora úr fólki hnéskeljarnar og brjóta í þeim tennurnar og brenna allt þeirra drasl. Það er hugsunin í glæpastarfsemi. Og sama er með ríkisapparatið. Það hefur einhvern veginn bara skýrgreint það þannig að allir eiga að borga þeim einhverja peninga og ef ekki þá fer illa fyrir þeim. Það er bara þeirra trú eða réttlæting eða whatever you vill kalla það. Það er þeirra hugsun, ríki, það er þeirra hugar ástand, eins og hjá mafíósum. Þeir eru í mjög svipuðu hugar ástandi. Og í raun er pólitík ekki bara showbusiness fyrir ljóta, heldur er það starfsvettvangur fyrir mafíur. Þar þrífast þær best í pólitíkinni, sko. Nú, þessu svaraði ég bara, það eru þín orð, hugsanir en ekki mín, ég bara, ert úti. Þegar þú baðst rökstuðning, þetta er ekki rökstuðningur, segi ég. Eignarréttur er trúarlegt hugtak eins og Guð. Það er eitthvað sem skýrgreinir Guð og segir, já, þú ert syndari og þú ert ekki syndari. Og ef þú borgar mér aflátsbyrði þá ert ekki lengur syndari. Það er eitthvað sem bara ákvað þetta. Og það er það sem Jesú er alltaf að tala á móti, sko. Fann sig alltaf ritað sko. Og er að tala við document authority inn í document authority. Ég get sagt, já, nú er ég að tala þegar rita, ég get sagt að allt þitt sé mitt af því að Guð sagði mér að það væri svo. Og þú átt ekki rétt á því sem þú hefur. Allir verða jú að greiða 10 fyrir syndir sínar. Ekki satt. Já, það eru, svo hann svarar, það eru sumir sem trúa því að það er fjarstæðukennt að mínu mati, þarf enga yfirnáttúru til að rökstyðja eignarrétt. Jú, það þarf yfirnáttúru til þess.
Af því eignarréttur, sko, ég á mig og einhver annar á sig og, til þess að ég fari að eignast eitthvað sem að hinn á og get einhvern veginn nappað í honum með valdi eða ofbeldi. Og sko ofbeldi er líka, hann útskýrði mjög vel, Stefán Milieu, í Universal Preferable Behavior, að þjófnað, hann er auðvitað að tala um þjófnað, sko. Það er eiginlega eini glæpurinn í veröldinni er þjófnaður. Og hann birtist í mismunandi myndum eins og nauðgun er þjófnaður á kynhneigðri persónu eða eitthvað slíkt. Morð er þjófnaður, þú rænir einhverju lífinu. Að það er allt þjófnaður, sko. Og hann, ég ætla nú ekki að fara að reyna að útskýra það eins vel á hann, en hann er sem sagt að tala um það að ef þú blekkir einhvern eða beitir blekkingum eða lygum eða skilur einhverju slíku, þá er það þjófnaður af því að þú hefur rænt fólk vitund raunveruleikann eða í hvaða stöðu það er eða hvað er rétt og hvað er rangt og hvað er slíkt. Þú rænir þeim. Þannig að öll þessi pólitíska blekking og öll þessi hugtök Guð og rétt og samfélagssáttmála og lýðveldið og öll þessi hugtök, sko, skógur, þetta er allt saman hugtök, að það er allt saman þjófnaður á því sem að rétt er. Og og ég svara, sama súpa í humanískri, marxískri, fasískri skál. Jú, það er yfir náttúrulega hugtak. Ertu til dæmis með símanúmer hjá herra eignarrétti? Ekkert fékk ég það símanúmerið. Nei, svarar hann, það er einfaldlega rangt, Axel. Kenningar Lockes byggir vissulega á yfirnáttúru, ekki Hobbes né Rousseaus. Allir uppi fyrir tíma Marx og skilgreiningu á fasisma, by the way. Þetta eru bara hópista fábjánar, sko, sem ekki róð í fræðimannin Axel Pétur Axelsson, sko. Já, hérna er komið eitthvað. Axel, máttur gera rétt, ríkið hefur mátt. Skattlegt samfélag virka bara þegar allir eru hvítir með háa meðalgreind. Sorry. Einmitt. Ok, ég svaraði að þessi gaurar eru einfaldlega hópisma kjánar. Þú getur vitnað í Axel Pétur Axelsson með það. Þetta er ekki rökvæsla, Axel. Telur þú því sjálfan yfirhafnari? Já, ég er yfir alla þessa heimskingja hafin. Já, það er sem sagt svona sem að kaupin gerast á eyrinni. Sem sagt, þessi þýsis minn að innheimta skatta með valdi í sviga og ofbeldi sé glæpur virðist vera að fara á flug. Það er bara gaman. Og ég til í að dýbeita það hvar sem er og hvenær sem er við hvern sem er. En sem sagt, það er náttúrulega þeir sem vilja starfa með sjálfsveldisflokknum að þessum hugsjónum, þeir eru velkomnir í flokkinn. Og þessi þingmaður væntanlega styður það að þessi fræði, það sem ég er að setja fram, sé þá í boði í næstu kosningu sem verða í vor, væntanlega ekki til góðra verka. Þessar kosningar eru náttúrulega til þess að framselja eitthvað, þjóðina eða landið eða eitthvað drasl. En tölum næsta mál um dagskrá. Það er Aleppo.
Aleppo er fallin, segja Vesturveldin. Aleppo er frelsi, segir fólkið. Eða sem sagt, Aleppo er frelsuð, segir fólkið sem býr þar. Og það er rosaleg spenna núna. Það eru þessi glóbalista pakk er að hrynja. Og Alex Jones skaut upp á stjörnuhimininn núna skyndilega í þessu umróti. Og það er verið að dímónisera hann gríðarlega og verið að saka hann að vera rússneskur njósnari eða agent. Og demokratar og Hillary og þetta pakk er bara sturlað núna. Það er bara ekki hægt að orða neitt mýkra en það. Og þannig að það er allur óhreinið þvotturinn að blásast út í vindi núna hjá þessu pakki, þessu stríðsglæpapakki. Og þessar ásakanir að Rússar hafi svindlað eða tekið þátt í einhverju kosningasvindli eitthvað slíkt er náttúrulega bara fyndið, sko. Og nýjustu upplýsingar svona sem maður hefur séð á netinu reyndar. Ég hef alltaf sagt ykkur það, ekki trú orðið sem ég segi, rannsakið allt sjálf og myndi ykkur eigin skoðanir. Og ég vona að ég hafa rangt fyrir mig með allt, að heimurinn sé bara heiður og allir hamingjusamir og vinir í skóginum, sko. En það sem er að gerast er að NATO og Sameinuðu þjóðirnar, það er glæpastarfsemi þeirra er öllum augljós í dag. Það hafa borist einhverjar sögusagnir, ég selði ekki dýrara en ég las það eitthvað þar. Ég ítreka aftur, ég er ekki fréttastofa eða fréttamiðill eða neitt slíkt, ég er bara að tjá skoðanir mínar og svona tjá mynd það sem ég sé í kringum mig, meðal annars á internetinu. Að þar eru menn að tala að hermenn NATO hafi verið handteknir mitt í Aleppo. Og það er svo sem kemur ekkert á óvart. Við vitum að NATO hefur á kafi í ólöglegum innrásarstríðum í Írak, Líbíu, Sýrlandi, Afganistan og bara það eru 20 milljón manneskjur sem liggja í valnum eftir Ameríkana, bara Ameríkana, frá seinni heimsstyrjöldinni. 20 milljónir manna eru búin að drepa út allan heim. Og það virðist vera að ef maður er að vona það, að þetta veldi andskotans sé að hrynja. En maður er nú ekki vongóður með Ameríku, sko, að Trump er að ganga hann og Michael Moore var nú að hvetja fólk til að drepa Trump, sko. Svona var talandi rós með það. Og sko það er stór hætta á því að þetta, já, ég var að tala Trump sem sagt, að Trump hefur nú valdið svolítið vonbrigðum að hann er að ráða inn í öll ráðuneyti þekkta síónista og bankaglæpóa, sko. Þannig að það er svo sem ekki horfur á neinu betra, en það virðist vera að, sko, ég var reynd að hlusta á þessar greiningar og ég tek nú öllu svona með svolítið fyrirvara, sko. Að menn er að og þið áttu ykkur á því, það eru margir punktar sem þurfa að ganga upp hjá mér aftur til þess að ég svona tjái mig það. Og finnst líklegt að þeir séu svona einhvers staðar nærri raunveruleikanum. Að það er verið að segja núna og menn er að segja það í Ameríku núna að það sé ákveðin, CIA sé tvískipt, sko. Oft áður. Að CIA er tvískipt og hluti af CIA í draslinu er bara
bara hefur tapað glórunni, sko. Og eru bara að sviðsetja svona falska fána út um allt eins og í París og eru bara með svona rodeo-sjó um allan heim að sviðsetja einhverja atburði með Mossad, sko, eða sem sagt Ísraels og Bretlandi. Og það er það sem að mér finnst ameríska hliðar randararnir gleyma, sko. Til dæmis Alex Jones, hann talar bara um Rússland núna og ég held að hluta til sé þetta moldverði til þess að fela tengslin við Ísrael, sko. Sem að eru sko bara eftir seinni heimsstyrjöldina, þá var þetta ógeðslið sem var þarna að drepa fólk. Hinn raunverulega helvítisför, ekki helför, heldur helvítisför, var framkvæmd af læknum og vísindamönnum, sko. Og eftir allt saman þá var drepið fólk sem voru vitni af ógeðinu, það var Núrberg, sko, það voru hernaðarréttarhöld, þannig að fólki var allt saman drepið sem vissum glæpinn. Og það er svo gott, sko, það er svo merkilegt núna í þessu falli á þessu dæmi, þá sjáum við aðferðirnar og hvernig þeir eru vinna, sko, að þeir tala sko að þegar þú gengur í leyniþjónustu, í leyniþjónustuskólanum 101, þá er denied, afneita, að kenna öðrum um allt sem þú ert að gera sjálfur, eða sjálf, kenna öðrum um glæpina. Og það sem er svo merkilegt núna, að Bretar til dæmis, ég held að það hafi verið breska þingið, ég veit ekki alveg hvernig það er formulega gert, ég held að það hafi verið breska þingið. Þeir eru búin að samþykkja það, þeir eru búin að búa til lista yfir 200 hermenn, eða 200 einstaklinga, breska einstaklinga sem á að drepa. Svona dauðalisti. 200 einstaklingar sem hafa verið þarna í Aleppo á þessum svæðum. Það var búið að sitja það bara á dauðalista. Og sama var með Núrberg réttarhaldi, það var sambærilegu listi þar. Að þeir sem voru á svæðinu eru bestu vitni náttúrulega, sem að ætla hugsanlega að vitna stríðsglæpana sem voru á svæðinu. Þeir eru settir á lista og drepnir og þeir voru hengdir í Núremberg. Þeir sem að voru að vinna voðaverkin í Þýskalandi, þeim var allir skipað út til Ameríku og Ísrael. Og í Ameríku hét það Operation Paperclip, en til Ísrael veit maður ekki neitt. Það er engar. Ameríku er ennþá svona, það er að knýja fram upplýsingar og CIA birtir allt sitt eftir einhvern tímar eða styttir henni í 100, á Íslandi er það 100 ár, sko. Það er miklu, miklu lengra á Íslandi, eða styttra í Bandaríkjunum. Og sama er það sem að Samantha Power sagði þegar hún var hann að komin í nauðvörn, þá byrjaði hún að saka Sýrlendinga að gera allt sem þeir hafa verið að gera, NATO og CO, þetta stríðsglæpa bandalag Vesturveldana. Hún var að segja að allt sem hún hefur sagt um Assad, afneita, kenna hinum aðalunum allt. Sama var með þessi forlönd, þessi, hvað kallaði það, allies, bandalagsaðilarnir sem fóru yfir Þýskaland, sko, að þeir afneituðu og kendu svo Hitler um allt sem að þeir voru að gera sjálfur. Sama var það Power að gera núna. Hún afneitaði og síðan kendi hún Assad um allt sem þeir eru að gera. Kendi Assad um eiturefna árásir sem er full sannað að þeir að NATO og CO hafa verið að framkvæma. Hún ásakaði Assad um að beita það sem heitir double dip, sprengjuárásum, og það virkar þannig að það kemur stýrisprengja, sprengir eitthvað hús fulla fólki, sko, eins og það gera mikið á Gaza til dæmis. Það kemur sprengja og sprengir bara húsi niður og fjöldi manns liggur þar helsærður. Og til þess að tryggja það að enginn komi nú og fara að hjálpa fólkinu, þá líða kannski hálftími eða klukkutími, þá kemur önnur sprengja á nákvæmlega sama punkt, sko. En þetta er allt sem á svo tölvustýrt, að
bara prógramar í tölvuna, sko, já, sendum eina bombu núna og svo kemur önnur eftir hálftíma á sama hnit. Og þetta var hún að ásaka Assad um. Þetta orðin virðist vera standard procedure hjá vesturvelda stríðsglæpapakkinu, sko. Og og fleira sem hún sakaði Assad um pyntingar. Hún eins og íslenski læknirinn sem hafði aldrei heyrt þessar 3 stúlkur sem eru með eyðilagt líf eftir bólusendingar. Samantha Power sem hefur bara aldrei heyrt Guantanamo sennilega. Eða Abu Ghraib eða hvað heita allar þessar pyntingabúðir í NATO og hvað, sko. Þetta og svo í þessum, sko, og það eru sko ekki bara ég sem að greina þetta og sjá þetta alveg bara svart á hvítu. Við erum nokkur þúsund, ekki 100.000 einstaklingar eins og ég. Ég nú sennilega sá einu á Íslandi ásamt Guðjóni Freyberg sem eru svona sjá raunveruleikann. Og í örvæntingunni þegar við erum einfaldlega að greina frá staðreyndum sem eru bara í allra augsýn. Það þarf ekki einu sinni að vera vitringur til að sjá þetta bara beint í augun á þér. Þarf ekki að grafa mikið upp og hugsa mikið til að sjá samhengi hlutanna, sko. Eins og til dæmis þarf ekki að rannsaka Operation Gladio og Gladio B og alla fölskufánana sem eru viðurkenndir í dag. Að í örvæntingu sinni til þess að bregðast við svona fávitum eins og mér, þá bara ESB settir bara, heyrðu, það bara loka á svona fugla, sko. Bara ritskoða Facebook og YouTube og Twitter og bara stopp, sko. Við þolum ekki meira að upplýsingum, sko, eða að fólk sé að tala saman. Og þá kemur líka upp á yfirborðið hvernig Evrópubandalagið og Washington eru skoðað saman og meira að segja Vatíkanið kom hann inn og páfinn sagði þeir sem að lesa fake news, þeir kalla okkur fake news, ég ekki einu sinni fréttamiðl, hvernig get ég verið fake news, ég bara að tjá hvað ég sé og skoðanir mínar, ég ekki að segja fréttir þannig. Ég ekki með neina fréttastofu, sko. Þannig ég bara skoða það sem verður að segja mér, sko. Og that's it, sko. Og og nú á bara loka öllu internetu, sko. Bara lokað, búið að loka búlunni, sko. Og þessir procedurar eru farnir í gang. Já, það sem ég var að segja, með samstarf Washington og Evrópubandalagið og svo kom Vatíkanið inn og sagði þeir sem að lesa þessa fölsku fréttir, þess að hlusta á gaur eins og Axel, að þeir eru eins og fólki sem að örvast kynferðislega við kúk, sko, físis. Þannig að allt í einu aftur undirstrekkað að páfagarður á bakvið mikið af þessu brambolti, sko. Og ég meina Evrópubandalagið og Bandaríkin, þessi múrarareglur virðast vera eitthvað svona dótturfyrirtæki páfagarðs. Það virðist vera. Það er náttúrulega eitthvað svolítið erfitt að sjá þessa, sko, margir segja þegar þeir hlusta á mig, hvað ertu að segja, bara allt sé samsæri, Axel? Bara allt samsæri? Bara allar fréttir falski fánar? Þetta svona svolítið barnalegt, sko. Nei, það ekki þannig. Til dæmis, þið vitið að beljur, þið sem hafa verið í sveit, það sem eru beljur. Ég hugsa, ef ég mætti velja með vinnu, þá myndi ég vilja vera fjósamaður einhvers staðar. Ég gera tilboð í mig í fjósið. Ég verður kannski að sækja mér einhvers staðar í nágruninu að vera fjósamaður. Sko, ef að þið hafið unnið í fjósi, þá heyrið allt í eina beljuna pissa og svo bara byrja þær allar, sko. Og ekki bara einu sinni heldur aftur og aftur og aftur.
og svo fer að spurja svona félagann í fjósinu, af hverju eru allir að pissa á sama tíma? Já, beljur eru bara svona. Ef ein byrjar, þá byrja það bara allar. Já, þetta er sem sagt bara svona náttúrulegt hjá beljum. Það eru svona hópverur eitthvað. Já, já. Og þá væri kannski spurt, en er þetta ekki eitthvað samsæri hjá beljónum? Að halda í sér og svo allir að pissa í einu, er þetta ekki eitthvað svona samsæri? Þetta er svona coordinated hjá þeim einhvern veginn. Nei, ég held að þetta sé ekkert skipulagt samsæri. Það getur svona verið, ég náttúrulega veit það ekki, en ég held ekki. Og fyrir mér er svona svipað þegar maður er að spyrja, er bara allt samsæri? Er bara allt samsæri? Það er ekkert endilega þannig. Það er ákveðin skýrgreind samsæri sem er í gangi og meira að segja þeir sem er að framkvæma samsærin viðurkenna það og segja sjálfur þeir skamma sín ekkert fyrir það. Einn af þeim er til þess Rockefeller. Rockefeller hefur sagði í æviminningu sínum að já, ég hef nú verið sakaður að reyna að koma einhvern glóbal einræðisstjórn á allan hnöttinn og reyna bara svona koma á glóbal skatti og glóbal þessu og glóbal hinnu og menn hafa nú verið svona ásaka mig fyrir þetta og þetta er nú svona svolítið djúpar ásakanir en ég er mjög stoltur af því að þetta eru réttar og sannar ásakanir á mig eða eitthvað svona. Þannig að það er ekki eins og hann sé neitt að fela það og hann er prima mótus á öllu þessu læknakerfis einókunar systemi. Það er ekki eins og hann sé neitt að reyna að fela það. Síðan birtir þetta lið allt saman í riti út allt að þá eru þau bara að segja reynt út að þeir eru að vinna í svona samsæri. Og síðan höfum við skipulegða fundi eins og Bilderberg-fundina. Við höfum flæðirit sem ég sýnt ykkur að því hvernig þetta glæpaveldi er byggt upp og það sérstaka dæmi er samsæri. Það er samsæri. Íslenska elitan er í samsæri gegn Íslendingum. Það er þannig. Og ég var þetta með hugmynd í dag að setja svona útburðarlímiða á allar eigur þessa valdstjórnar sem er dönsk og segja bara þið það er búið að segja upp leigusamningnum hérna á Íslandi þið megið bara fara með ykkar hafurtask og vinsalega skiljið eftir allt sem þið hafið stólið af Íslendingum þið megið ekki taka það með ykkur og bara setja þetta á Alþingishúsi og Seðlabankann og hræsnadóm og lögreglunhaugana og bara setja svona límið á allt bara eviction notice bara þú hefur 3 daga til þess að drulla þær í burtu. Þetta er svona ein byltingahugmyndi mín en ekki gera eignatjón eða beita ofbeldi. Ég mótmæli því. Þannig að þetta er allt saman í einhverju klessu sko. Ég er aðeins þreyttur sko. Ég man ekki hvað ég var að tala um eins og já, nú komum við aftur. Það eru ákveðin þekkt skipuleg samsæri í gangi. Nú, Guðjón stórmeistari var að fjalla um þetta demagóg, líðskrumara og þið getur hugsað ykkur, þið kannist við að svona skemmtistaður að það eru allir ofboðslega fúlir að standa í röð inn á skemmtistað sko. Svo getum við ímyndað okkur sko, þetta er svo góð greining á Guðjóni með ríki hugarástand sko. Það er ríkið það er ríki það er ákveðið hugarástand hóps af fólki við getum hugsað okkur þetta ástand við diskóið það er einhver löng röð og svo kemur einhver gaur á aftast í röðin og hann fer svona óbúslega vel dressaður og talar vel og eitthvað svona og hann fer að segja við fólk í röðin þú til að hleypa mér eitt framfyrir og ég passa fyrir því sæti inni eða eitthvað svona skilur sem er náttúrulega rökleysa því að þú hleypar honum framfyrir þá nær hann sætinu sem þú myndir hugsanlega vilja ná allavega og fólk er svona já farðu framfyrir og bara já ekkert mál og svo fer hann fram
og síðan hann bara kominn inn að dyraverðinum, fremstur, sko. Og þar hittir hann dyraverðinn og bara og dyraverðinn segir: „Heyrðu, ég sé að þú hefur komið svolítið hratt í gegnum röðina." „Já, þetta fólk í röðinni er bara hálfvitar, hleyptu mér allir fram fyrir." Dyraverðinn: „Já, þetta eru allt svona hálfvitar, já, ókei, heimskingjar, gólem." Og þá segir gaurinn: „Heyrðu, hvað segirðu að ég bara hringi í vini mína og þeir koma hérna bara beint í gegn VIP, það er miklu meira fjör á skemmtistaðnum með alvöru fólki heldur en þessum hálfvitum í röðinni sem hleyptu mér allir fram fyrir." Þetta er svolítið pólitíkin, sko. Síðan bara síðan bara kemur VIP-liðið og fer fram fyrir og fólkið í röðinni er bara að mótmæla við Austurvöll, sko. Hann lofaði að geyma sæti fyrir okkur. Og hann er bara inn að skemmta sér, sko, bara fuck you, sko. Og hérna og það er ástæðan fyrir að ég kalla fólk heimskt. Er að þetta gerist alltaf aftur og aftur. Hverja helgi kemur fólk, stendur í röðinni og svo kemur þessi lýðskrummari og fer fremst í röðina og þetta fólk kemst aldrei á diskótekið, sko, eða á skemmtistaðinn. Stendur alltaf í röðinni bara mótmælir. Og þessi helvítis þarna þessi flotti gaur í jakkafötunum sem kemst alltaf inn og fær svo bara vini sína í partíið, sko. Þetta er lýðveldisblekkingin eða lýðræðið eða hópisminn, blekking hópismans. Hvort sem það kemur í gegnum guðfræði eða humanistafræði eða vísindafræði, það breytir engu, sama blekkingin. Skiptir engu máli hver þessi gaur í fínu fötunum, skiptir engu máli hvort hann er frá Akureyri, Húsavík eða Sauðárkróki. Það er engin rök í þessari dæmisögu eins og. Þannig að fólki stendur alltaf bara, þeirra líf er bara að standa fyrir utan skemmtistaðinn og mótmæla. Það kemst aldrei inn. Nú, síðan er þriðja líkingin, dæmisagan, myndlíkingin, til þess að útskýra ástandið. Það er þessi VIP-listar. Og veist, allir sem eru með mér í félag íslenskra letingja til dæmis sem nenna aldrei að byggja neitt eða gera neitt, þeir eru alltaf í röðinni líka að mótmæla. Af hverju fær þess að fara fram fyrir? Hann er VIP, af hverju má ég ekki vera VIP? Og þú byggðir ekkert engan skemmtistað, þú keyptir ekkert diskó eða þú bara átt ekkert. Gaurinn sem að byggði þennan skemmtistað, hann ræður því hver er á VIP-lista og hver ekki, því hann á allt rastlið. Og þar komum við að þessu glæpsamlegu pælingu, sko, að ef allt þetta lið var sameiginlegur eigandi að þessu skemmtistað, allir voru hluthafar í því, svo kom þessi gaur hana með bindið og sem var svona klára að ljúga heimskingjónum, allt í einn daginn átti hann bara skemmtistaði sem allir byggðu upp saman. Þá er það glæpsamlegt, sko. En ef að bara einhver gaur bara byggði allt saman upp og það var allt saman bara hann, þá er allt í lagi að hann sitji VIP-lista, sko. Og það er alltaf þessi pólitíska blekking með þessum frösum eins og þingmaðurinn var að hendi mig hérna í dag. Að þú nú komin út fyrir málefnið, þú hann alltaf reyna svona að ramma mig inn, sko, í heimskunni og verður svo opaslega pirraður og lappar í burtu með fúkirðum þegar ég læt ekki bóksa mig inn í heimskunni, sko. Að gaurinn legarinn, sko, sem að smegði sér inn í allt og stala öllum hlutabréfunum frá öllum hinnum, að hann er að réttlæta verkið sitt og segja, ég byggði þetta allt saman upp. Það er bara sjálfsagt með þeir sem að byggja upp svona skemmtistæði, þeir bara sitja via bílistan, sko. Það er, það er að blanda saman rökum sem eru gjörsamlega ólík. Og þið sjáum mér þess að Hjálparhellan var hérna að reyna að sitja svona skattar er ofbeldi, kynlíf er ofbeldi, að ef að þú byggir allt saman upp sjálfur, þá er alltaf leið að þú situr via bílistan. Ef að þú yfirtókst fyrirtæki með svikum og prettum og legum og ljótleika, þá er ekki réttlátt að þú sitir via bílistan, þegar þú ert að útluta gæðum sem eru stólin.
Og og það ég meina og svo náttúrulega þeir sem eru og þetta hefur líka þetta er sama myndin og Malcolm X gaf með akurþræla, húsþræla og meistarann, sko. Þetta er í raun allt sama dæmisagan, bara í mismunandi búningum. Allt sama leikritin nema búningahönnunir eru ólíkir. Að það er þessi eilífa blekking og þess vegna er svona mikil óhamingja, sko. Og mikið ömurlegheit og stríð og vitleysa. Af því að fólk er svo andskoti heimskt. En rauðvínsglas er búið þannig að ég fer að hætta. Komið mikil hreyfing á börnin heyri ég. Þau vilja hafa pabba sinn svolítið, eðlilega. Og ef maður sé eitthvað eða þið viljið fjalla um eitthvað, þið verið að gleyma ykkur þá megið skella það hérna inn. Og já, ég var semst að tala um þetta, já, þetta hrynjandi ógeðsveldi sem er að hrynja núna þessa dagana. Að sko það er augljóst öllum með lágmarks heilbrigða skynsemi að NATO og CO og þar eru Sameinuðu þjóðirnar inni og allt þetta dæmi eru búin að vera í stríðsglæpum í 100-200 ár allavega og svo eflaust lengra aftur. Og það sem er svo merkilegt kannski við sama og með læknana sem að sprautuðu þessi hjúkrunarfólki sem sprautaði þessi ungmenni og eyðilögðu líf þeirra, þeir eru bara stikkfrí. Þingmaðurinn talaði um að hann væri stikkfrí í þessari skattaumræðu. Þeir eru alltaf stikkfrí, sko. Og fólk er alltaf að tala já, hvernig bara hættu við þessum stríðum og hernaði og hvernig það er bara ekki hægt að stoppa þetta og bla bla bla. Það er ofboðslega einfalt. Bara að taka gróðan úr stríði. Og það getum við byrjað að gera bara strax. Eins og til dæmis að láta þá sem að framleiðendur það er mjög auðvelt að rekja það, sko. Það er bara að rekja þá hver framleiddi allt drasli sem verið að nota til þess að drepa fólk. Flugvélaframleiðendur, sprengjuframleiðendur, byssukúluframleiðendur, herbúning, allir sem hafa selt eitthvað sem hefur verið notaðir í þessa stríðsglæpi, að þeir þurfa að borga fyrir tjónið. Það er svo einfalt. Þeir sem eru læknar og sprauta eitri í börn, þeir fara í fangelsi og þeir borga skaðabæturnar, ekki bara allir aðrir, skilurðu. Það er skattgreiðendur þurfa að borga skaðabætur fyrir þetta. Hvers konar ábyrgðarleysi er það? Nei, sitjandi landlæknir sem sat á þessum tíma þegar þessar ungu 3 stúlkur voru sprautaðar með þessum eitursprautum, að sá landlæknir fer einfaldlega í 16 ára fangelsi. Það er ofboðslega einfalt, sko. Og þið getur komið með hann til víkingadóms, ég mun umsvifalaust að hann er 16 ára fangelsi, ég get bara sagt ykkur það fyrir hann. Það er svo borðleggjandi, sko. Og og síðan allir þeir sem græddu, þeir sem seldu, höndluðu með eiturefnin, bóluefnin, þeir verða látnir sæta ábyrgð líka. Og ef að það er ekki gert, þá stendur fullyrðing mín að þið eru öll sem eru heimskingjar. Það bara stendur. Og það stendur enn. En muni eftir þessu Pizzagate. Ja, ég náði nú aldrei þeim spuna. En ég hef séð þetta líka á Íslandi. Þetta eru svona standard procedures eins og Samantha Powers var að sýna, bara neita, kenna hinum allt sem við höfum gert sjálf. Og sama gerir
þetta pólitíska drasl allt sem hann er að gera, veist, það afneitar og svo allt einhverjum öðrum að kenna, sko. Að sko, það verður að fara að stöðva þetta lið, sko. Og þegar að almenningur og við þá þessi fake newsarar sem við kalla okkur og forsætisráðherra Bretlands kalla okkur predikara, að þegar að þetta drullupakk, stríðsglæpapakk kemur í sigtið hjá almenningi, þá flera þeir. Ég talaði um þetta áður. Og ég var svo hissa til dæmis að Alex Jones, sem ég held að væri klárari en hann greinilega að hann féll í Pizzagate gryfjuna. Og ég sá bara hvern eðalmanninn og fætur öðrum falla í þessa pizza flair gryfju, sko. Af því að þegar þeir eru komnir í sigtið, þá henda þeir út einhverju svona sem veldur þér óbóðslegu tilfinningu á uppnámi, sko. Og þá sáu að þarna komum bara einhverja sögur eitthvað bara barnaníðsringi og barnafórnir og drekka blóð og bara jari. Þetta er 90% bara bull, 99,999% bara vitleysa. Þetta eru flares. Og þið sjáu það sama á Íslandi þegar almenningur fer svona fókusara eins og til dæmis núna með hræsnarétt, að allir dómar hræsnarétts frá upphafi eru ónýtir. Allir. Hver einn og einasti. Þá fara allt að birtast einhver aðra fréttir. Einhver svona barnaníðingar og heimilisofbeldi og allt eitthvað svona sem vekur upp svona einhverja tilfinningadrullu í fólki almennt. Og það eru flerin sem þeir kasta út, sko. Og ég er orðið nokkuð fær held ég að sveigja fram hjá flerunum, sko. Ég læt þau ekki hit me in the face, sko. Og þannig ég sá strax í gegnum þetta Pizzagate sem við kalla. Og síðan koma í ljós að þetta var að auki tvist, eða þetta gildra til þess að fá alla bloggarana og og Alex Johnson til að hlaupa fram með bjargi, sko. Og Alex Jones reyndar rak fréttamanninn sem fjallaði þetta hjá sér, hann Joe Biggs. Hann stökk á þetta Pizzagate og hann var rekinn bara svona. Þegar Alex Jones fattaði trikkið. Ég hélt að hann hefði allavega getað varað við. En þeir skildu víst í góðu. Skildu mér. En þannig að það hlutirnir gerast mjög hratt á þessari eyri orðið. Og reyndar svona brambolt ýfir upp umræðu og fær allt í gang, sko. Og ég birti sjá myndbönd á frelsitv.com sem ég birti. Þá voru þeir að tala þetta Infowars bara nýja gríla, sko. Svo var eitt grínari sem sagði, sko, já, Alex Jones, sko, hann með þetta Infowars. He's in a war against info. Snillingur. Bara stríði gegn upplýsingum. Eitthvað miskilið þetta. En já, ég var nú aðeins byrjar að segja kenninguna mína á hana. Það þetta CIA-lið sem hefur verið með þennan sirkus, alþjóðlega falska fána sirkus, að hann Bandaríkjamenn sjálfir að hreinsa það út og þeir eru að tala að innan CIA sé mikið af fólki sem í lagi í hausnum. Reyndar eru menn líka að tala að CIA sé búið að tapa öllu trausti og FBI. Þessar stofnanir sé í raun dauðar. Enginn treystir þeim lengur, saman sem með Screw You, það treystir enginn Screw You lengur á Íslandi.
nema einhverjir sem eru með Sigmundarblæti og þeir eru svo heimskir að þeim er ekki viðbjargandi að og fjölmiðlarnir, þú veist, allir þessi fínu fréttamiðlar eru bara það trúir enginn neitt sem við segja lengur. Það bara, fólk bara hlæra þegar Screw You byrjar með sína steypu, fólk bara, come on, veist, come on, við erum búin að sjá í gegnum þetta. Þetta er svona svipað að fara á töfrabragðasýningu og þú er búin að fatta trikkið, sko. Þá er það svona alveg búið að eyðileggja sýninguna fyrir þér, skilurðu. Að þú fer bara að gera eitthvað annað, sko. Þannig að það eru mjög spennandi tímar. En þess ber að gæta að allar elítur heimsins eru sameinaðir þrjótar í Sameinuðu þjóðunum og ef að þú trúir því eina sekúndu að elítan í Bandaríkjunum og Rússlandi og Kína og Kúbu eða hvað þeir séu eitthvað í stríði gegn hvor öðrum, þá er það mikill misskilningur. Þeir eru allir sammála um það að vera elítumafían, til dæmis. Þeir eru flestir sammála um það. Það eru hagsmunir númer 1. En þeir eru ekki alveg sammála um hvernig ná að framkvæma glæpinn, sko. Það er svona útfærslu og það eru endalaust að rífast, sko, útfærslur. Og svona uppbygging á spennu eins og hefur verið með Rússa og var í Úkraínu og þetta er allt saman mjög annarlegar pælingar, sko. En það er reyndar mjög góðar fréttir inn í öllu þessu rugli að þeim hefur ekki tekist að starta heimsstyrjöld. Sko, undanfarið 3 ár er bara búið, bara trikkin í bókinni eru bara búin, sko. Það eru engin trikk eftir til þess að starta alvöru stríði. Og allir þessir Charlie Hebdo og allir, veist, bara German Wings, allir þessi fölsku fánar eru bara blautt púður. Axel er búin að pissa í púðrið, sko. Það er bara ónótæft, sko. Þannig að þeir eru svolítið að vinna núna á teikniborðinu, hvernig í andskotunum á að díla við þetta. Og hluti af þessum vitringum hefur komið fram opinberlega og sagði fyrir 100 árum þá var auðveldara að stjórna 1 milljón manns en að drepa þá. En í dag er auðveldara að drepa 1 milljón manns en að stjórna þeim. Og þetta segja þeir bara opinberlega, eins og Gates sagði bara opinberlega sem hefur stórar fjárfestingar í bóluefnaiðnaðinum, hann sagði bara, já, þú veist, orka, súrefni eða eitthvað, já, orka, landrými og fólk, en byrjaði að reynda fólk, orka og landrými eitthvað svona. Hann sagði þetta, einn af þessum liðum þurfti að fara ansi nærri 0 til þess að einhver jafna sem hann bjó til gengi upp. Og þar með hann einfaldlega að segja að það er að drepa rosa marga milljónir manneskjum, sko, til þess að einhver stærðfræði gangi upp hjá hún. Hann er alltaf eugenics plebbi. Þannig að allavega þessar leiðir sem þeir hafa verið að reyna að nota hafa ekki virkað hingað til. Nema að þeir séu með dýpri áætlanir. En sko, það er greinlegt að þeir hafa mist stjórn á þessu drullusokkum þarna í CIA og leyniþjónustum hjá þessari vestrænu NATO leyniþjónustu samfélagi og þið sjáuð að hundruðir af þessu pakki kom til Íslands í kosningunum þar til að stýra niðurstöðunni í íslensku kosningunum, sko. Og ég er nú reyndar með eina praktiska spurningu, hvað eru margir á Alþingi Íslendinga með íslensku vegabréf eða í stjórnkerfinu og valdstjórninni? Til dæmis öll utanríkisþjónustan er með international vegabréf, þeir komi okkur ekkert við, þeir eru ekki Íslendingar, þeir eru útlendingar. Og ég hef heyrt að kapteinn Pírata sé með erlendan passa og sennilega fleiri, það er alltaf með útlendingar á listum þar. Þannig að sko þeir sem eru með
alþjóðlegt vegabréf hafa ekki með Íslendinga að gera. Þess vegna er bara að setja límið á Alþingishúsið, bara eviction notice, eða sem sagt útburðartilkynning. Og þess vegna er ég náttúrulega smala í Víkingasveitina. Finnið það hérna á Facebook, Víkingasveitin. Ég vil ná þar inn 50-60 manns, sko. Þannig að ég er með ágætis hugsjónir, sko. Og fekk nú hérna smá klapp á bakið í dag. Hérna, Marino Geniálsson sagði að ég hefði oft rétt fyrir mér. Ég ber mikla virðingu fyrir Marino. Og þetta var sætt fá rós frá honum. En það er líka alveg rétt. Ef þið skoðið mína þýsusa og það sem ég var að leggja fram hérna á Frelsi TV, þá held ég sé bara með 99,9 spot on greiningar. Ég held það, leiðréttið mig ef það er ekki rétt. Og hérna, já, ég skora á ykkur að fara á Free Domain Radio og hlusta á þessa Universally Preferable Behavior bókans og hljóðbók eða PDF eða hvernig ég viljið geta vískuna. Að hérna, sú bók er alveg stórmerkileg. Reyndar eru lausnirnar hans allar handónýtar, sko, en greiningin á þessu Bob and Dog dæmisögunum, hún er snilld. Og hérna, já, ég reyndar deildi linknum mínum hérna í kvöld, það hefur nú enginn nefnt að koma dýbeta mig hér. En hérna, ef að eitthvað ætlar að fá mig í dýbet við þingmanninn, þá er ég að vinna á mánudag og þriðjudag, ég er laus eftir það. Og hérna, það eru líka, mér finnst, þetta kerfi, þetta viðbjóðslega kerfi er svo gjaldþrota og ónýtt. Menn bara, allir þessi flokkar sem allir með einhverja kerfisbreytingar. Ok, og hvað ætlaði að breyta í kerfinu? Já, við ætlum að taka skatt af þessum en ekki þessum. Og hverju breytir það? Það breytir engu, sko. Hérna, ég ætlaði reyndar að vera með. Ég var að spá í að vera fljótlega með beina útsendingu þar sem ég mun greiða upp allar skuldir íslensku þjóðinnar með þessari ávísun. Ég þarf bara að fá nákvæma tölu á það hvað það er mikið, þannig ég geti sett rétta upphæð hér inn. Og ég er búin að útskýra þetta annars staðar, hinn himneski faðir. Og ef að þið eruð í einhverjum skuldavanda með íbúðalánin ykkar eða eitthvað sem er inn í peningakerfi hins himneska föðurs, þá getið þið prentað þess ávísun út og greitt allar skuldir með henni. Að gjalda líkt með líku eða að greiða í sömu mynt. Og þetta, allt þetta peningablekkingakerfi er með endastöð hjá hinum himneska föður og ég á himneskan föður líka. Og allir eiga himneskan föður, meira að segja. Íslenskir víkingar eiga himneskan föður. Já, kannski, já, hérna. Ég ætla nú ekki að blaðra. Ég ætla nú ekki að blaðra á öllum hugmyndum hérna í beinni. Já, ok. Nú, sumir eru að spá að Facebook muni deyja ef þeir fara út í þessar ritskoðunar pælingar. Ég veit það ekki. Það er ekki alltaf að koma heimsendið alveg eftir korter. Er það eitthvað nýtt? Er það ekki alltaf alveg að gerast bara alveg á næstunni? En hérna, ég ætlaði nú líka spurning hvort að Guðjón er reyndar í verkfalli, held ég. Ég veit ekki alveg hvernig staðan er hjá Guðjóni. Ég hefði áhuga á djúpköfun fljótlega.
Þannig að þú mátt melda þig eftir þriðjudaginn. Já, svo ætla ég að vera með náttúrulega hérna, ég ætla að vera með skötuveislu á Þorláksmessu kvöld. En ekki komið tímasetning á því. Þar verður ætla ég að ranta og þeir sem vilja koma inn geta verið með. Og síðan er ég náttúrulega á einhvers konar bakvakt ef að eitthvað gerist. Menn eru mjög hræddir að það verði meira háttar falskur fáni spilaður núna. Menn eru hræddir við það að Trump verði hreinlega ráðinn á dögum. Menn eru hræddir við það að það verði valdarán í Bandaríkjunum. Og allan að vitum við að þeir eru að plana það. Það er rætt það bara opinberlega í Evrópu og Bandaríkjunum að bara beita McCarthyisma, bara Axel Pétur Axelsson, bara lokað á allt sem hann segir á YouTube eða Facebook eða allt bara lokað. Þetta er óvinsælar skoðanir og þetta er haturssægu eða prumpi í boxi eða hvað ég vilja kalla þetta sko. Og þannig já, við erum komin á svona sturlaða tíma. Það er staðreynd. Og sem að er kostur og galli. Kosturinn er sá að nú sjá allir sem að eru yfir heimskumörkunum, þeir sem eru svona með lágmarks skynsemi og núna er ég kannski aðeins að uppskera þessa margra ára vinnu sem ég er búin að vera að vinna að núna er fleira og fleira að segja, já, heyrðu, kannski var þetta nú ekki svo klikkað sem Axel var að segja, sko. Það sem ég hef verið að segja er að koma fram sem staðreyndir. Og Evrópubandalagið það er bara búið að vera, sko. Og NATO mun ekki lifa þetta af heldur. Þetta er búið spil, sko. Þannig að það er spurning hvernig þessi sturlun mun enda. Þeim hefur mistekist að starta heimsstyrjöld og hún er allavega ekki byrjuð og þið sjáuð meira sig að í Aleppo eru þeir að tapa. NATO stríðsglæpamenn eru að tapa þar og ástæðan fyrir þeir að tapa er að þeir komu ekki á no-fly zone sem að þýðir helvítisför. Því að no-fly zone þýðir endalausar loftárásir á saklaus og borgara. Það er spila nokkru sinnum og núna segir heimsbyggðin bara nei, við erum búin að sjá í gegnum ykkur. Og já, þjóðir eins og Danmörk, ég veit að Danmörk handtekur fólk sem að var að berjast fyrir þá þarna niður frá í ISIS eða hvað er kallað þetta. Þetta er alltaf bara NATO og Co. Breytir hvað þið kalla sig. Þeir eru að vinna þegar launin koma þaðan frá Brussel. Og þessar þjóðir alltaf bara að drepa sitt eigið fólk, sko. Því að það eru svo mörg vitni sem eru að koma tilbaka núna. Og þannig munu sjá mikinn hristing í kringu það. Nú, þá held ég þessu búinn með allt í kvöld. Var eitthvað sem ég var að gleyma, eitthvað sem við ég nenni ekki að tala global warming, cooling, change svindlið. Ég var að byrta vídeo þegar ég geti bara séð þau. En ég þakka ykkur fyrir að koma í kvöld. Þetta er orðnir eitthvað 2 tímar, veist þið. En ég vil minna ykkur á að styrkja Frelsi TV og þakka ykkur sem hafið styrkt Frelsi TV. Og ítreka það ef þeir að berjast í bökkum eða er í vandræðum, ekki styrkja mig, sko. Bara þið sem að eruð í góðum málum eða svona þannig málum að þið geti styrt. Og nú er að koma 2017. Alltaf gaman að fá
alltaf gaman að byrja nýja ár. Men, og það mikið í gangi, mikið að gerast. Já, ég var náttúrulega búinn að segja ykkur það og Guðjón voru búin að margoft segja fólki frá því að þetta brambölt í stjórnmálunum hugsanlega yfirtökur eða á þjóðinni og það eitthvað á bakvið tjöldin sem enginn að segja. Það orðið opaslega mikið þetta bakvið tjöldin, sko. Einhverjar möppur sem búið að banna skoðun á í 100 ár. Veistu hvað það? Læturðu bjóða þér það? Það hálfviti? Hver lætur bjóða þessu svona? Enginn. Ekki nema heimskingjar. Og svo gaurinn sem að aðal glæpóinn bara forsetið í Alþingis og situr þarna á möppunum. Svo eins og ég veit ekki hvað. Eins og kúkur á mykjuskón. En það sagt aðalsmerki Frelsi TV og Péturs Axelssonar þau að baráttan ekki við fólk á hold og blóði, heldur anda verið vonskonar í heimingjumnum. Ég hata engan mann, ég hata hins vegar vond verk. Og endilega dreifið líka Frelsi TV. Ég hef náttúrulega verið svo lengi í tölvubaráttunni, ég sé þegar það logaritmar að fikta í draslinni hjá mér. Og þannig að núna aldrei sem fyrr endilega deiliði myndböndunum mínum og fréttunum á frelsitv.com og verið svolítið aktív í því. Reyndar veit ég verður fólk fyrir einelti ef að deili mínu efni eða ég bara veit það ekki. Von ekki. Það virðist nú vera svona fleiri og fleiri að kveikja á því að ég nú ekki alveg svo ruglaður og hópurinn hefur verið að segja þér. Og ég hef engan áhuga á hópistum, þannig að það sjálfdautt. En já, þessi díalógur að innheimta á skatti með valdi, ofbeldi sé glæpur mun vaxa mjög mikið á Vesturlandi. Og sjálfsveldisflokkurinn mun vaxa mjög hratt þegar fólk byrjar að kveikja á því. Og ég skora á sanna víkinga að koma með mér í víkingaflokkin. Og fara í trúboð. Svona votta í hóa stæl, bankahurðir. Hefur heyrt sjálfsveldisflokkin? Látum oss biðja saman. Vitið að bæn vísindalega sönnuð. Hún virkar. Hún heitir placebo. Þannig að ef þú trúir að eitthvað sé verið að gera gott, þá læknast það vísindalega sannað. En vísindamenn vil ekki kannast við það. Af því að þeir lygarar og falsarar komnir til að stela, slátra og eyða. Flestir. Það gríðarlega mikill munur á vísindum og vísindaisma. Flestir kristnir sem ég þekki mjög hlynntir vísindum. En þeir ekkert hrifnir af vísindaisma eða marxisma eða fasisma eða isma yfir höfuð. Þeir ekki hrifnir af því. Og meira segir endrast að skammast sína eigin kirkju fyrir hvað þeir formlegir og mikið bákn. En já, takk fyrir komuna. Góða nótt.